Góðan daginn, hlustendur og áhorfendur. Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að tala mæðgnasambandið og fjalla áhugavert nýtt íslenskt leikrit sem að fjallar það hvernig okkur gengur að vera í góðum samskiptum við móður okkar og hvernig mæður og dætur eiga svona alls konar flókna strengi sín á milli. Og hún Karla Kristjánsdóttir hefur rannsakað þetta sérstaklega og búið til leikrit handa okkur þetta viðfangsefni og hún komin hingað til mín í dag. Velkomin Karla. Takk, hæ. Vá, bara strax þegar ég sá hana titil þá var ég svo áhugasöm og meira að segja pantaði ég miða á sýninguna á sunnudaginn og bauð dætrum mínum að koma með. En við, einhverju hluta vegna var þetta stuttur fyrirvari og við náðum ekki að mæta, þannig að þú eiginlega að segja mér hvernig þetta er. Já, þetta verk sem sagt unnið upp úr viðtölum, ég tók viðtölu konur mæður þeirra og ef að það ættu dætur þá talaði ég líka aðeins við þær dætur þeirra, en aðalega mæður þeirra og vann síðan þessa sýningu með hópnum upp úr þessu viðtölum og já, þetta verk fjallar bara eiginlega þetta samband og þessi samskipti og hvað það getur verið flókin og hvað það svona kannski ekki þetta alltaf allt verið að segja allt hreint og beint út og hvað maður kannski svona báðir einstaklingar vilja eitthvað sérstakt en ekki að fá það alveg frá hinum og hvað það getur skapað einhver svona erfiði en líka bara hvað þetta fallegt samband og fyndið og hvað maður getur verið svolítið asnalegur stundum og svona. Já. Frábært og ég náttúrulega mjög spennt fyrir þessu út í að þú ferð og tekur viðtöl og hvað gerist þar? Hvað það sem þú ferð að heyra sem að áhugavert og kannski kemur óvart? Það var bara mjög skemmtilegt að taka þessi viðtöl. Það kom alls konar óvart. Ég tók viðtöl við fólk konur á mismunandi aldri þannig að maður svona sá svolítið svona kynslóðamun. Já. Þá aðalega svona upp á hvernig uppeldi þau fengu og hvernig samskipti við foreldra sína var. Já, segðu mér aðeins frá því. Það svona, þeir sem eru í eldri kantinu voru kannski með meira frelsi, voru svolítið mikið svona bara sjálfir að sjá sig og svona mikið sjálfstæði og kannski vantaði aðeins hlýju oft. Já. Þetta mjög jákvætt orðað. Það tala kannski eins og mína kynslóð? Já, og ég vil aðeins eldri, en jú, örugglega þína kynslóð. Og svona... Gætu við kallað afskiptaleysi? Já, en ég held að sé ekkit endilega eitthvað var verið að reyna það. Það var oft eitthvað svona, ég átti yngri systkini og það var verið að sinna þeim og ég var elst og svona alls konar þannig sem kom líka. Og líka örla partur að ég verið að stelpa systrin í fjölskyldinu sem fyrstur svolítið bara að sjá sig sjálf, sem kom oft upp. Og einmitt að vanta, og svona margir sem finnst vanta hlýju og til nýfarið að segja ég elska þig. Já. Bara yfir höfuð. Það svona mjög skýr kynslóðamunur. Hvenær gerist það? Ég held að sé svona að koma með minni kynslóð. Hvað mamma þín gömul? Mamma mín er samt aðeins kannski eldri en svona flestir. Hún 64 ára. Já, hún á mínum aldri. Já, þannig að hún en mín kynslóð ég 20 ára. Já. En það var samt alveg misjafnt hvað á fólk sem ég spyr á mínum aldri sem hvort að sé sagt ég elska þig á heimilinu. En já, það var svona... Er það þá mín kynslóð sem byrjar að segja það við börnin sín? Er það seinna? Ég held að það sé seinna. Eða þá að börnin byrja að segja það við foreldra sína og þá verður það vani. Hvað segir? Þannig að og þá svona rauninni, já, það var svona smá svona greining. Ég vil aðeins yngri en þú, kannski svona, og það var líka þá að hugsa að margir sem sögðu að það eitthvað sem þeir vantaði og þá fór þau að aktíft reyna að bæta upp á það. Það var líka mjög áhugavert. Þú skilur það eins? Svona þessi, bara sem maður alltaf að reyna að gera, maður alltaf að reyna, við ekki eins og foreldrar sínir og svona bæta upp eitthvað sem manni sjálfum fannst vanta. Ertu með dæmi um það? Bara ef maður einmitt einhverjir segjast vanta í hlýju og knús og umhyggju kannski meira
þó að séu ekkert endilega hafi verið ekki, eða ekki upplifað að þau hafi ekki verið elskuð en eitt þannig, en bara það kannski eitthvað sem þeim vantaði og þá aktíft reynaði að gera það gagnvart sínum börnum. Já, kannski íkt í hinn áttina. Já, íkt í hinn áttina, sko. Og það er einmitt var líka áhugavert, þá kom einmitt stundum það upp að þeir voru kannski svona eftir að hyggja, ég kannski aðeins sof íkt í hinn áttina, að því maður getur aldrei verið fullkominn í þessu, sko. Þannig að en nei, það var gaman að sjá munstur og ég talaði líka einu sinni við rauninni mæðgur í sikkurri lagi. Já. Og það var svona smá fjölskyldumunnstur sem skemmtilegt, sko. Hvað sástu það? Bara hvernig rauninni var talað mömmuna og sérmömmuna og svona hegðanamunstur og hvaða er sterkt í fjölskyldum, bara hvernig fólk hafa sér og hvaða tekur upp eftir foreldrum sínum og svo svona, einmitt, hvað maður ætlar sér ekki endilega alltaf að vera eins og foreldrar sínir en endar eiginlega alltaf á því að vera þannig og líka ákveðnir eiginleikar sem að hoppa yfir kynslóður finnst mér. Já, það er svona önnur hvor. Já, þannig að kannski einhver eiginleikar sem að einhvern að tala við mömmu sína eru að birtast í börnunum minnar sem er svona áhugavert, sko. En allt bara mjög fallan hátt finnst mér, sko. Já. En það er svona, það var kannski svona mesti munurinn þetta með að ég elska þig. Og það er held ég líka kemur kannski með enskunni og svona þáttum og bíómyndum að segja þetta oftar. En þetta er ekkert oft mikið sagt, en svona, ég held að börn nú til dags segja þetta rosa mikið. Já. En það er svona, kannski mín kynslóð fer svona misbarlega með þetta. En það er svona, ég held að sé svona mitt. Eldri kynslóðanar eru óvanar þessu sérstaklega frá því úr æsku, þó að þið segja þetta alveg núna þegar börnin og barnabörnin eru að segja þetta. Þá er þetta kannski ekki vaninn. Nei, nákvæmlega. Ég er að hugsa hvernig ég heyrði þetta bara fyrst sagt. Og ég held að það hafi verið þegar ég var sjálf komin í samband. Það held ég bara hafi aldrei verið sagt á mínu heimili. Nei. Það er sem ég ólst upp, skal segja, sko. Já. En einmitt örugglega íkt í hinn áttina, þú veist, í staðinn. Já. Þannig að athyglisvert. Já, ætli að sé ekki örugglega svona einhver svona brúð akkurat í kringu þína kynslóð sem að þetta síðan breyttist með börnunum þeirra eða svolítið eftir hversu ungbörn þín kynslóð er með svoleiðis, sko. Já, ég er nú alveg með börn, sko, á þínum aldri og helmingi eldri. Já, einmitt. En mamma þín hefur þá verið fullorðin þegar hún átti þig. Já. Þannig að er það líka eitthvað stef í þessu að þú veist, eftir því svona þroskaðri mömmu þá er öðruvísi samband? Alveg örugglega. Ég held að náttúrulega bara allt hefur áhrif á hvernig samband þú áttu móður þína, sko. Þú segir þetta aftur, að allt sem hefur áhrif á það hvernig samband þú áttu móður þína, hvernig aðstæðanir eru og bara... Ég held að þið sagt sambandið við móðina skiptir öllu máli en ég held það. Já, algjörlega. Já, það hefur örugglega. Já. Hvernig samband áttu þú með þína? Það er bara gott, sko. Svona bara eins og kemur kannski svona fram í eða svona að fólk upplifar þegar það horfir þetta verk er að það eru kannski allir að svona díla við svipaða hluti. Já. Þannig að það eru þetta flókið og alls konar, en það er mjög gott, hún er alveg frábær. Þú getur náttúrulega ekki sagt eitthvað annað Nei, en auðvitað er einhverja flækjur og eitthvað í samskiptunum sem að fer stundum á mis. En það er líka svona það sem að þetta verk fjallar er líka þessi litli hlutir sem eru bara heldur svolítið algengir og gaman fyrir fólk að sjá er bara hvað það er svona oft á tíðum sérstaklega þegar maður er svona úlingur og svona nýorðin, fullorðin, hvað geta verið bara svona fáralega hlutir sem að einmitt fara á mis eða fara í taugarnar á manni, bara eitthvað að hvernig einhver segir eitthvað sem er þá ekkert endilega illa meint en fer á mis við hvernig skapið maður er í eða bara þú veist, ertu að fara að vera í mat í kvöld og maður bara skilur Er það? Já, þannig að það er svona
ég held að sé allt svona mjög eðlilegt í rauninni Já. og margir tengja við og þetta. Hvaða stef sérðu þarna? Er eitthvað svona það sem að þú sér það allir eru meira og minna að tengja við? Já, þetta er svona eitthvað sem og svona ástæðan okkur ég svona fór út í þetta verk bara svona spjöll við vinkonum mínar og fólki kringum mig þetta, bara svona, og þetta er partur af náttúrulega bara sjálfstæðisbaráttunni innan með. Maður er að reyna að rífa naflastrenginn og reyna að vera stór og sjálfstæður og reyna að verða fullorðinn og það getur oft orðið svolítið strempið þegar foreldrar manns eru svona ennþá foreldrar manns og vilja hugsa mann og sjá mann og svona, það er ákveðin barátta held ég sem að býr alltaf til einhvern núning. Og svo vil maður sjálfstæði á einhvern hátt en ekki á annan hátt og það er mjög erfitt að vera foreldri og reyna að finna út úr því hvernig stuðning barni vill og hvernig þegar það vill fá að vera eitt og svo leiðis. Akkurat. Já, og það er svona þetta sem að svona heldur flestir ná að tengja við og ég held að þú þurfir ekkert að vera sko dóttir eða móðir til þess að horfa á þannan hluta verksins og skilja og tengja sko. Já. Það er bara þetta að ég vil fá að setja fötin mín eini sjálf í þvott eða ekki taka til inn í hjá mér eða og ég má vera úti eins lengi og ég vil og svona þessar típisku baráttur sko. Já, en þetta að fara í mat, ertu í mat í kvöld, hvernig getur það verið fyrir okkur? Það var rauninni bara Ég myndi elska það einhver segja Nei, ok, þetta er kannski lélegt dæmi en ert að fara eitthvað, ert að fara út og svona bara svona spurningar sem að maður kannski ekki alltaf með svörin við eða erfitt. Ertu að upplifa tóg í þig? Eru foreldrar út af því að það er í umræðinni mínum félagahóp að við erum einhvern veginn sitjum eftir og erum bara í ástarsorg? Algjörlega og ég held að það sé akkurat sko málið. Foreldrarnir vilja svo mikið tengingu og vera með og krakkarnir eru að vera fullorðnir og vera sjálfstæðir og þar á leiðandi er í rauninni ég er ekki sanngjarn þegar ég er að segja þetta í mínu samhengi. Já. Og það er held ég það sem er svo gott við, og skemmtilegt við að horfa á þetta verk er að maður fattar smá svona ok, ég er ekki endilega alltaf góða manneskinn í þessu. Já, og það er allir einhvern veginn og það er líka sem er svo gott, nokkri sem er búin að koma að segja við mig svona, það er svo gott að fá að vita að ég er ekki eins sem upplifa mig svona leiðilega. Já. Af því það er líka svona samviskubit. Algjörlega. Að vera eitthvað í einhverju smá vondurskapi og svo er þetta náttúrulega foreldrar manns eru við þeir sem maður elskar mest og er nánastu með og þá leifir maður sér kannski meira og hreytir kannski óvart einhverju svari í þau og svo eftir á maður bara hverju gæti ég ekki bara verið eðlileg og segja bara já. Svona þannig. Nákvæmlega. Það er þetta flókna samband sem ég er að skoða sko. Já, en áhugavert. Já, þú veist, ég er að spá í hvort hefur meiri samúð með börnunum eða mæðrunum? 100% mæðrunum held ég sko. Já, er það? Þetta er held ég erfiðasta hlutverkið sko. Algjörlega seinna meir sko. Auðvitað þegar ég var kannski svona meiri í miðjunni þá þegar maður er ennþá að þroskast þá er maður kannski svolítið horfir svo mikið inn á sig sko. Og er alltaf bara ég á þessum úlingsárum sko. Þá er kannski erfitt að hafa sambúð út á við en auðvitað það er bara getan kannski ekki heldur til staðar. Nei, það er svo mikið sjálfhverfa. Algjörlega sko. Já, og þetta er svona og þetta með þú veist eins og vera í mat í kvöld það er líka bara þetta típiska að vera kannski að koma úr skólanum eða úr vinnunni og vera þreyttur og vilja bara heim til sín og aðeins og svona ná sér niður og þá koma einmitt ástsjúku foreldrarnir sem vilja vita allt og ógeðslega spenntir með alla spurningarnar og maður hefur kannski ekki alveg svona orkuna til þess að gefa af sér meira. Akkurat, ástsjúku foreldrarnir. Það er sko, þetta er svo mikil kynslóðamunur, þú trúir ekki. En þetta er nefnilega, en það er líka einmitt, þetta, þú veist, það er enginn að endilega að meina eitthvað illa eða neitt, það er bara þessi miskilningur og að vilja mismunandi hluti á mismunandi tímum og geta ekki alltaf gefið allt sem allir vilja í rauninni, sko. Já. En heldur þú að mín kynslóð hafi verið upplifað foreldra sína svona ástsjúka? Nei.
Nei. Alls ekki, sko. Alls En ekki. það er okkar kynslóð sem er svona eiginlega upptekin af börnunum sínum. Ég held það, sko. Og það er náttúrulega bara rosa fallegt. Haldið að þið verið þá ykkar kynslóð nenni ekki börnunum sínum. Það er góð spurning, sko. Það er mjög góð spurning. Það er komið til ljós. En þetta er líka einmitt og þá líka er náttúrulega kannski endilega ekki skilningur á það heldur að vilja space. Já. Að þetta fer alltaf í hringi. Akkurat, já, gerist, þú heldur þessi munstur sem endurtaki sig. Já, kannski ekki alltaf svona jafn íkt en einmitt að ykkar kynslóð vil kannski rosa mikið tengja og vera með og þá er einhvern veginn, ok, en þau skilja þá ekki löngunina að því að þið fengu svo mikið frelsi, að vilja frelsi, sem er bara mjög eðlilegt. Akkurat. Að svona, það er alltaf einmitt, þetta er alltaf þetta er alltaf eitthvað vegasalt sem að, þú veist, mann er aldrei að vera akkurat á réttum stað. Og það er náttúrulega ómögulegt markmið, sko. En hvernig sér þið fyrir að þetta sé einhver þróun, að við séum á einhverju þroskaleið, að við séum, jafnvel hæfari foreldrar heldur foreldrar okkar voru og þið verðið hæfari? Já, vonandi. Ég veit það ekki, vonandi. Sérðu eitthvað munstur þar? Ég held til dæmis að þið séu færari í samskiptum. Við erum algjörlega. Það var ekki talað. Nei, það er þetta algjörlega og þetta er með að tala um tilfinningarna sínar og samskiptin og algjörlega, 100%. Það er náttúrulega að jákvæða við þetta, algjörlega. Það er svona stór breyting. Stór breyting, sko. Og ég er ekki vissum að fyrir x mörgum árum, kannski 20-30 árum hefði fólk verið til í að fara í viðtal og tala um mömmu sínar. Já. Ég veit það ekki. Þannig að, en jú, 100%. Við erum alltaf að bæta okkur í þessu, sko. Já. Fannstu mun á þessu í viðtölunum að yngri kynslóðir eigi auðveldara með að tjá sig heldur en eldri? Já, kannski það bara, þau fóru kannski inn, það voru bara farið mismunandi inn í hlutina og tilfinninguna og svoleiðis. Það var kannski helst í munurinn, en auðvitað þeir sem að koma í viðtölu eru náttúrulega alltaf til í að tjá sig, sko. Já. En það kannski frekar hvernig var, svona hvað var sagt og hversu mikið var gefið frá sér. Já, það er munur. Já, alveg einhver. Ég er svo spennt fyrir þessum kynslóðum. Mér finnst svo áhugavert að vera að upplifa þessa þróun. Mér finnst ég vera búin að einhvern veginn að sjá svo ótrúlega breytingar á bara mannlegri hegðun. Og ég meina, mín kynslóð elst meira og minna upp við það að vera sagt að þegja og ekki hafa neina tilfinningar. Einmitt. Og tilfinningar voru tjáðar oft þannig að það var bara einhver í fílu og allir tippland á tánum en það var ekkert sagt og ekki hægt að tala um það. Algjörlega. Og veist, kynslóð foreldra minna hefur þá sko verið mjög vanhæf í að tjá sig. Algjörlega. Og vita hvernig þeim leið eða þannig að sér að þetta er alveg ótrúlega breytingar sem við erum að fá að upplifa. En þetta er einmitt líka það sem var svolítið áhugavert að tala um er að þetta var svona, maður komst að þetta er eiginlega allt svolítið eins. Já. Eins og bara þú talar um þetta að sko fara í svona silent treatment. Já. Og svona að vera, þegar maður er pirrar þá maður bara alveg segir ekki neitt, það er alveg tilbaka og allir tippla tannum. Þetta var bara eiginlega mjög universal yfir öll viðtölin á ákveðnu kynslóðatímabili. Er það? Já. Hvað þá? Þessi viðbrögð, þessi að þú veist að þetta er það sem foreldrarnir gera eða? Já. Á einmitt rauninni að konur ákveðum aldrei upplifðu þetta frá foreldrum sínum. Já. Og einmitt pössuðu síðan að gera þetta ekki við börnin sín. Já. En þetta er einmitt og svona alls konar svona sem var eiginlega áhugavert við bara hvað það var alltaf svona sömu nú eða svona svo mikið munstur í líka hjá mismunandi fólki. Já. Kannski allt aðrar aðstæður heima fyrir eða eitthvað svoleiðis en einhvern veginn allir upplifa það sama. Og er þín kynslóð að upplifa svona silent treatment? Nei, það var rauninni þín kynslóð. Mín kynslóð upplifa gagnvart þínum foreldrum. Og alveg auðvitað einhverjir sem að síðan endurtaka þetta og þá mín kynslóð líka upplifa þetta, sko. Já. Alveg algjörlega. Já. En já, þetta er... Og ég held að við hefum ekki átt orðu yfir, náttúrulega, ég veit ekki, silent treatment, sko, ég veit ekki hvernig ég heyrði það í fyrst skipti, sko, þegar ég var harðfullorinn allavega. Einmitt. Já, og svo erum við með,
að þetta er einmitt þessi sem er svona við erum einmitt fortíðin út í þessu verki. Já. Og fortíðin þessi þessi karakter sem er tvítugt að verða fullorðin með mömmu sinni og svo í nútíðinni þá er hún orðin eldri og á síðan barn sem er að verða 13 ára þannig að sem er að fara inn í þessa baráttu. Þannig að það eru svona tvö tímabil sem við erum að skoða í þessu verki. Og svo er þetta bara svona augnablik í lífinu og bara svona alls konar moment í rauninni og ekki neins svona endilega einhver heilstæð svona atburðarás þannig séð. Svona eins og bara moment. Já. Bara svona moment úr lífinu. Og þau rýma svolítið saman og þar er einmitt sko önnur baráttu í gangi og það er svona krakkinn sem að er allt í einu að upplifa mömmu sína ekki fullkomna. Fatta að hún er ekki bara fullkomin og gerir mistök og Hvenær gerist það? Á hvað aldrei? Ég myndi segja það þegar þú ert að verða unglingur. Þannig að og þegar þú byrjar að reyna að slíta naflastrenginn, þegar þú byrjar að vilja fá frelsið og vilja vera unglingur, þá ferð að sjá alltaf foreldræðina frá sjónarhorni annarra og foreldræðina fyrir kannski byrja að vera svolítið kjánalegir og asnalegir og svona. Þannig að það er einmitt. Ég held að það sé líka margir sem upplifa þetta sko. Ég er mjög spennt að heyra lýsingur inn á leikritinu og þú ætlaðir einmitt að lesa smá texta sem er svona dæmigerður fyrir mig. En ég er að veltaði fyrir mér ég er reynda búin að missa þráðinn sko. Við skulum bara halda áfram með þetta. Þú ert að lýsa verkinu. Þá er það var það, og þú ert búin að tala nokkuð sinnum að það er eitthvað sem við viljum fá frá hvort öðru. Hvað er það sem að þið viljið fá frá foreldrum ykkar? Eins og þín kynslóð? Einmitt. Ég held að þetta sé náttúrulega vandamáli. Þetta er svo flókið og það er svo erfitt að svara þessu. Af því að maður vill kannski nánd á einhverju tímapunkti og síðan fá fjarlægð á öðrum tímapunkti og stuðning hér og fá að vera treystur þarna. Þannig að þetta er svona þetta er ómögulegt verkefni held ég sko. Af því að maður er alltaf svo svo inn í sjálfum sér og maður alltaf bara hvað maður vil fá frá öðrum í rauninni sko. Talaður við einhvern sem er búin að missa móður? Já, ég talaði einmitt konu sem misti móður sína frekar ung. Það var einmitt rauninni allt annað samtal sko. Þá tölum við meira æskuna og svona smá eftir á. En þá verða einhver vöntun sem er svo sem að þið vitið ekki að þið eru að fá eitthvað sem að er sem er mjög merkilegt og fólk upplifir ekki fyrir að missa sko. Algjörlega og þá einhvern veginn finnst manni allt hitt verða tilgangslaust. Leiðum að fyrir að hugsa út í þetta að allir þessi litlir hluti sem maður er svo eitthvað svona veltað upp úr eða pirraður yfir að skipta náttúrulega engu máli þegar maður er komin út í eitthvað svona sko. Finnst þér þú sjá mömmu þína með öðrum augum eftir að þú fórst að skoða þetta? Já, alveg örugglega. Kannski ekki endilega eitthvað rosa meðvitað en alveg örugglega. Kannski bara meiri þolinmæði og skilningur sko. Og meiri ást og umhyggja þó hún hafi alltaf verið til staðar. En ég held ég hafi meira séð mig öðruvísi. Maður er kannski meira farin að skoða sína hegðun og svo vanda sig betur kannski. Ég held að sé meira það. Já, þú kannt betur að meta hana kannski. Og svona og svo bara partur að ég mitt að held ég að eldast sko og þroskast. En gaf þetta ykkur tækifæri til þess að tala hluti? Að þú er að vinna í þessu verki og hún að fylgjast með kannski uppsetningu á leikritinu svona? Ekki beint sko. Við hefum ekkert mikið rætta en hún vissulega las verkið og fór yfir stafsýningar eins og mæður gera. Og svo kom hún á frumsýninguna en hún er sko í útlöndum þannig að hún fór eilur útlanda bara veit eitt frumsýningu þannig að við hefum eiginlega ekki drætt sko. Nei, ekki beint sko. En þetta er svo sem ekkert endilega okkar samband þetta verk. Þetta er bara í rauninni
kannski svona bara sambönd allra mæðgna. Já. Þetta er svona mikið samblanda af öllum og þannig að það er alveg eitthvað sem að á við okkur og eitthvað ekki sem á við okkur í þessu verki, sko. Já, en það er svona kannski, maður að velta því fyrir sér út í að þú vinnur þetta svona, að þetta hlýtur að heilmikið þroskaferðalag fyrir þig, að þú setur sest í rannsóknarstólinn. Algjörlega. Og þá er líka einhver ástríða þarna, veistu hvað hún kemur, þessi spenningu fyrir þessu? Ég held að sé bara því að þetta er þetta er bara náttúrulega samband sem að maður er svo nálægt manni og já, bara mann þykir svo vænt mömmu sína og þykir mér vænt mömmu mína og þetta er þetta er svo óumflýjanlegt samband, held ég. Mér finnst það held ég bara svolítið áhugavert. Já, þetta er nálægt öllum. Já, og það er það sem ég er svona áhugavert einmitt er, ég held að þetta sé smá ólíkt í eins og feðgnasambönd og já, þetta mæðgnasamband nær held ég er ennþá nánara en önnur sambönd. Og ég veit ekki alveg af hverju ég hef svona rætt það í mismunandi stöðum hvort það sé að því að það er kannski einhver sem maður sér sig meira í dætrum sínum eða hvað það er, en það er einhvern veginn eins og báðir aðilega að leyfa sér meira. Já. Þeir verða meiri vinir eða meiri óvinir, segja kannski ljótari hluti og fallegri hluti. Það er svona fyrir ýktari báðar áttir. Og það er og svona alls konar svona skilyrðislaus ást þarna. Já, og það er held ég svona það sem maður hefur, svo hef ég talað við bara kallmenn í kringum mig og þá er svona ykkur núan sem þeir tengja ekki við, að skilja ekki. Já, gagnvart maðurinn sínum. Já, og bara hvernig þessi samband er svona, og þeir sérstaklega þeir sem að eiga kannski kærustur og sjá síðan samband þeirra við tengdamæður sína. Það er eitthvað svona ykkur pingulítið krydd sem er ekstra hjá stelpunum og mömmum. Og það er líka mikið í þessum þögnum og það sem er ekki sagt og hvað er held ég ætlast til af hvort öðru. Já. Og það er ykkur svaka tenging sem verður öll til í æsku sem að síðan, ég veit það ekki. Já, athyglisvert. Og það er alveg sama hvort það sé held ég mjög náið samband eða mjög flókis og slæmt samband. Þá er þetta alltaf ykkur svona hvort það sé einmitt þessi ætlun að þurfa að vera eitthvað til staðar frá upphafi. Ég veit það ekki. Það eru strengir hérna og kannski væntingar. Já. Móðurinnar að dótturinn uppfylli eitthvað. Já. Og örugglega flest ómeðvitað. Já. Maður veit ekki. Jú, örugglega. Og mjög athyglisvert. Skoðaðir einhverjar, erlendar rannsóknir? Er Ísland með einhverja sérstöðu? Nei, ég fór ekki svo langt. Þetta var í rauninni, það sem ég skoðaði var bara svona upplifanir og sögur annara. En eins og talar með svona, að fara að skoða svolítið sjálfan sig og setjast í stólinn það var líka við fórum svolítið þanga líka bara í ferlinu og leikkonuna líka. Og allt listina teimi, þannig að það var mjög mikið spjallað á æfingum og það var svona skemmtilegt magic við að við svona einhvern veginn öll svona fórum svona speklaði þetta við okkar líf og stundum lendum við í senunum sem við vorum að gera samhliða. Bara actual senuna í verkunni. Já, í lífinu. Það var svolítið skemmtilegt. Kom bara einhverja æfingu ég var að lenda í þessari senu. Og það var eitthvað svona skemmtileg svona staðfesting að það væri eitthvað annað. Þið væri nálægt sannleikanum. Já. Geturðu nefnt mér dæmi þetta? Einhver kemur og hvað er það svona, gæti það verið algengasta sem að kemur upp á milli mæðgna? Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé, það held ég bara, ég veit ekki hvort ég get, án þess að segja mikið, en þetta er bara, ég held að það sé bara svona bæði það einmitt líka þegar maður er í þessu verki, þá grípur maður kannski sjálfan sig, þegar maður er í þessum aðstæðum, bara býtu, þetta er það sem gerist í verkinu og þetta er það sem mér finnst þetta og þá er maður, ok, ég ætla
ég ætla að stoppa hér Já. og ekki Meiri. segja það sem ég ætla að segja eða eitthvað svo leiðis. Meiri meðvitund. Já. En það er sem sagt einhver þráður í þessu verki sem þú vilt ekki að við vitum hérna á þess að koma að sjá það. Æ, það er bara svona eitthvað gaman að halda einhverju leyndu. Já. En viltu hérna aðeins lýsa því svona í grófum dráttum hvernig þetta leikrit er? Hvað er hérna, hvaða aldur eru leikararnir á til dæmis? Hvaða kynslóðir eru þetta? Nú get ég þurft að, sko, þetta er hérna, þetta er í nútíðinni er sem sagt barn að verða 13 ára, farin í táningsaldurinn og mamma hennar. Og síðan amma. Það eru sem sagt 3 að leika í nútíðinni. Og það eru 3 kynslóðir. Og svo í fortíðinni er síðan amman reyna að leika mömmuna og mamman dótturina. Þannig að þú veist, sjáum þær í fortíðinni. Og sjáum hvernig þær hægða sér og svo sjáum hvernig þær hægða sér í nútíðinni og hvernig síðan, af því að svo er allt annað samband, sko, ömmusambandið við barnabörnin sín. Og það einhvern veginn og hvernig það, þú veist, býr til annar stig af flækjum þegar, hérna, þær eru allir komið með eitthvað samband og mamman sem er líka dóttirinni komin einhvern veginn í miðjuna. Já, fær ekki alveg verið með kannski. Já, og þetta, einmitt, þess að ég sagði þaðan, þá er þetta bara svona augnablik í lífinu og brot hérna og þaðan, bæði fortíð og nútíð og svo blöndu þessu svolítið saman og þær, þó að þær eiga sína tíðir og þannig þá er þær stundum sama tíma í verkinu. Þannig að, og þá svona, kannski svona verður smá óskýrara hver er hvað og þá leika okkur svolítið með þetta einmitt að þú ert alltaf, og verður eiginlega alltaf einhverju útgáfa af foreldrinum og hlutir einmitt endurtaka sig og kannski þróast einhvern veginn og svo þróast eitthvað ekki og svoleiðis. Já. Sem leikstjóri þá hérna heyri ég að þú ert með svona sérstakann stíl. Eitt af því sem að hérna ég fór að spyrjast fyrir út af því að hérna dóttir mín og tengdasonur voru nú í sama nám og þú í Listaháskólanum og þú ert sem sagt sviðshöfundur og ég heyrði að þegar þú settir á svið Benjamin Dúfu í skólanum þá var það svona þótti frekar óhefbundi. Ég held að dóttir mín orðaði þannig þegar aðrir voru, þú veist, að hérna eitthvað á kúk á sviði þá setti hún Benjamin Dúfu á svið. Já, einmitt. Og hérna og það var þannig að þú varst að vinna með litlum eða ungum börnum og allir áhorfendur grétu. Já. Það var svo áhrifaríkt. Já. Þetta er náttúrulega rosalega falleg saga. Já. Og eiginlega ótrúlegt að hún hafi ekki að rata inn á stærra svið. Og þar er, einmitt, það er bara eitthvað svo rosa fallegt hjarta í þessari sögu sem að mér finnst bara, einmitt, ég ákvaða að vera bara með þessa stráka á sviðinu og þetta er sagan þeirra, þannig að þeir reyni bara að segja áhorfendum hana. Koma bara með sína leikgleði og sinn leik og sína, þú veist, sitt ímyndunarafl inn í þetta. Og já, það er einhvern veginn þá svona, það er bara ótrúlegt hvað að mitt barnshjarta getur gefið manni. Þannig að þeir komu með þessa sögu svo mikið bara frá sínu hjarta og ég held að það hefði bara verið hérna svolítið gott fyrir fólk að heyra. Friðrik Erlingsson skrifar hana. Já. Var hann með í þér í að gera leikgerð? Nei, hann bara gaf mér leyfi. Og sem sagt, þetta var söngleikur. Tengdamóðir mín samti tónlist fyrir alveg svolítið síðan, alveg rúmlega 10 árum síðan. Fyrir söngleik, en ekki þennan. En ég fekk síðan, við fórum síðan í samstarf. Hver er tengdamamma þín? Hún heitir Margrét Kristín Sigurðardóttir. Fabúla er tónlistarnótt. Já, ég þekki hana og skólasystir mín er Kennu. Já, svona er þetta. Að þú ert líkunni. Já. En athyglisvert. En já, en hann var bara, hann kom að horfa og bara, var mjög ánæður. Þannig að við fengum fullan stuðning frá honum, en hann kom ekki nálætturinn í gerðinni af leikgerðinni eða neitt svoleiðis. En er einhver draumur hjá þér að setja þetta upp á stóru sviðinu? Algjörlega, sko. Já. Algjörlega. Allavega að halda áfram með þetta. Ég held að þetta verki ekkert endilega
heima í þeirri leikgerð sem ég bjóð til á stóru sviði af því að þessi sýning snýst svo mikið nánd og kontakt við áhorfendurinn mitt. Já, ég skilji, það myndi ekki passa á stóra svið. Ekki endilega. Já, en er eitthvað svona, sérðu fyrir þér að gera eitthvað meira með þessa hugmynd með mæðgnasamband eða er eitthvað þarna meira í þessu sem að þú veist, finnst þér að hafa fundið eitthvað þarna sem að þið langar að vinna með? Já, sko, algjörlega. Ég er svo nýkomin út úr frumsýningunni að maður kannski ekki alveg komin þangað, en jú, þetta er alveg eitthvað sem að er það áhugavert að það er 100% að vinna lengra með og skoða lengra og við náttúrulega gerðum bara það sem við gerðum í okkar tímaramma, en það hefði verið hægt að vinna þetta ennþá lengra og stækka og þannig að þetta við erum allan ekki búin að leysa neitt með þessu verki, myndi ég segja. Þannig að það er 100% að vinna þetta lengra. Lokum, ertu til í að gefa okkur ráð sem að var að því að hvernig við getum bætt okkur sem mæður? Mín kynslóð gagnvart þinni kynslóð. Vá, það er bara ábyrgð. Ég held að sé bara fyrir alla að reyna að hlusta hvort annað og ef að manni finnst þess að sé eitthvað off eða eitthvað skakt bara held ég orða það. Já. Og líka kannski að taka sjálfa sig stundum úr menginu. Að stundum þarf einhver bara smá andrými og þá er það ekki slæmt. Það er ekki á manni sjálfum. Við erum taka bara svona hlýi. Taka það ekki persónulega. Já, taka það ekki persónulega held ég. Já. Ég held að það sé bara að geta að tala saman og passa sig að taka ekki hluti persónulega því það er eiginlega oftast nær ekkert endilega persónulegt held ég. Já, bara tala saman. Ég held að það sé bara mikilvægast það sem að gera í lífinu er að tala við náungan, sko. Já, athyglisvert. Ég held það líka að bara hlusta og geta tjáð sig. Já. En heldur að það sé heldur að við kunnum að tjá okkur? Heldur að það sé eitthvað í því munur á kynslóðum þar? Ég held að það kunni ekkit endilega neitt að tjá sig á fullkominn hátt, sko. Nei. Ég held að sé allir með einhverja bresti þar, sko. Þannig að ég held að snúist alltaf bara um að vanda sig, sko, og kannski vera með opið hjarta. Já. Það eru fallið lokaorð. Vanda sig og vera með opið hjarta og kannski þessi einlægni eins og þú veist, að geta sagt, vá, ég gerði mistök og mér langar orðið öðru sig og eitthvað svona. Já. Frábært. Takk fyrir þetta, Karla, og gangi vel með sýninguna. Takk fyrir. Og við haldum bara áfram í næsta atriði. Auglýsingar eftir þetta. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is